Árni, varstu ekki bara mjög ánægður með þennan fund hér í dag? Jú, ég held að hann hafi verið mjög góður og að sjálfsögðu bara mjög góður og tímabær og mikilvægt að eiga þetta samtal við Grindvíkinga. Við erum sem sagt í Grindavíkurnefndinni búin að vera undirbúa þetta allnokkuð tíma. Þennan fund? Já, að fara í fund af þessu tagi og undirbúa svona gögn fyrir hann. Og það fer sem sagt eins og forsætisráðherra nefndi í samráðsgátt núna bara í kjölfar þessa fundar ákveðin svona hugmyndir endurreisnaráætlun sem við vonumst bara til þess að eiga gott samtal og fá góð viðbrögð frá Grindvíkingum og góðar ábendingar og sjónarmið. Já. Það segir mér annað, sko þið takið til starfa hvenær í fyrra? Hvenær það aftur sem Grindavíkurnefnd? 1. júní. 1. júní. Já. Og hvað, hvernig var ekki ákveðin breyting í raun á þegar bara nýjana ríkisstjórn tekur við, það tveimur skipt út, tveir kom inn, hvernig hefur svona vinna nefndarinnar breyst? Já, hún hefur kannski aðalega breyst í því efni að í byrjun þá vorum við auðvitað að reyna að ná svona utanum bara verkefnið og auðvitað var mikið alls konar bráðaaðgerðir eins og til dæmis stuðningin í húsnæðismálunum, nauðsynlega framkvæmdir hérna inn í bænum og svo framvegis. Yfir í það núna að vera farin að horfa meira á svona langtíma endurreisn og það er kannski eðlilegur bara taktur í svona vinnu en þetta verður ekki verið gert áður með svona sérstaka framkvæmdanefnd eins og var gert með Grindavíkurnefndina þannig að það er ekki beinlínis nein reynsla af því og við þurftum svolítið bara að finna taktinn í þessu sjálf en ég held að það hafi verið eðlilegt að á þessum tímapunkti að þá breyttist vinnan yfir í sem sagt meira að fara að horfa á hvernig reisum við Grindavík við, í hvaða áföngum, á hve löngum tíma, í hvaða skrefum og svo framvegis. Og hvernig sérðu fyrir þér þá, já, ekki 8 mánuðir, 10 mánuðir eða hvað það er fram að kosningum og þar til að störfum ykkar raun líkur. Hvernig sérðu fyrir þér þessa? Hvert verður ykkar helsta starf? Já, nákvæmlega, sko. Það sem ég sé fyrir mér núna er að við munum eiga áframhaldandi samtal við samfélagið hérna. Við fáum vonandi viðbrögð við svona okkar hugmyndum ákveðna áætlun. Ég tek alveg undir það sem hér kemur fram á fundinum að þetta er endurreisnin hafin. En menn þurfa líka að vita hvert þeir eru að fara. Þú verður að hafa einhverja svona langtíma áætlun, jável þó þú þurfur að gera á henni breytingar á tímabilinu vegna utanaðkomandi aðstæðna, þá þarftu líka að vita á hvaða leið þú ert. Og það er mikilvægt og við getum dregið lærdóm af reynslu annarra líka í því efni og ég vona að við munum gera það. Ef að þú bara fengir að vera einráður það, hvernig verður kosið þetta? Það var svona pass aðeins í það. Hvernig myndir þú vilja sjá að bara verði kosið hér í Grindavík? Já, ég vil gjarnan sjá þetta þannig að það verði sem sko breiðust þáttaka og að Grindvíkingar sem að bjuggu hérna við rýmingu, vegna þess að þetta var þvingur rýming, þetta var ekki frjáls flutningur, þetta var þvingur rýming, að þeir minnstakosti geti valið það hvort þeir vilja kjósa í Grindavík eða þar sem þeir hafa aðsetur núna. Og það er hægt að útfæra það. Já, það er hægt að útfæra það. Það er hægt að útfæra það og við höfum kannað það og það er að mínum mati góð leið bæði til þess að breikka grunninn meðal þeirra sem að geta kosið en í því felst líka kannski ákveðin svör við þeirri spurningu hvað eru það margir sem ætla sér að koma aftur. Þannig að fólk sem að sér það fyrir sér að það komi aftur á næsta ári eða þarnæsta ári eða eitthvað þess að næstu 3 árum eitthvað svoleiðis, að þau hafi kost á þessu. Já, mega þeir ekki hafa áhrif á samfélagið sitt, skilur. Akkurat. Þannig að ég horfi nú á þetta á þessum augum, en ég veit að það eru ýmis sjónarmið uppi og við þurfum svona aðeins að meta það þegar við sjáum viðbrögðin. Og kannski bara loka spurning, telur þú einhverja líkur á því að skólahald verði hafið hér næsta haust? Ég held að sé mjög erfitt að segja til það vegna þess að það auðvitað fer það svolítið eftir aðstæðunum og það líka aðeins að meta það hvað þurfum mörg börn að vera í bænum til þess að það sé bara forsvaranlegt að reka skóla. Það er líka að horfa á það hvað er best fyrir börnin. Við erum auðvitað að reka skólaþjónustu. Það eru börn sem eiga lögheimili í Grindavík sem eru að sækja skóla annars staðar og það eru auðvitað skólaskyldi í landinu þannig að það þarf að tryggja það að þau fái skólagöngu en hvað þarf grunnurinn að vera stór til þess að það sé forsvaranlegt að opna skóla, það þarf að vera einhver
einhver svona kritískur massi til þess að þú rekir grunnskólan og við þurfum svolítið að sjá hvernig svo þróun verður. En samt ekki, minna, það eru skólar í sveitum sem eru fámennir og svo framvegis. Já, þetta þarf að meta sko hvort að það þarna þurfa nú hagsmunir barnanna fyrst og fremst að ráða för. Já. Já. Þetta var síðasta spurning. Þetta var síðasta spurningi. Takk hérlega fyrir.